Jæja. Ert þú ekkert fyrir ljóð? Nei. Nei. En, hvað finnst þér svona um stöðu ljóðsins? Veit það ekki. Nei. Er ekki bara ánægður bara? Já. En þú ert ekkert uggandi, þér finnst ekkert ljóðeigendur högg að sækja? Veit það ekki. Nei. Ferðu oft á ljóðakvöld? Nei. Nei, þú hefur samt farið á ljóðakvöld? Nei. Já, en þú semur ljóð? Nei. Nei, þú hefur samt lest mikið ljóð? Nei. Nei. Hefur aldrei lesið ljóð? Nei. Hver er uppáhaldsskáldið þitt? Engin. Nei. Steinn Steinar kannski? Alveg eins. Já, mitt líka. Svo þú ert Steinsmaður. Gaman að því, sko. Hvað finnst þér fullyrðingar Steins andan og formið? Veit það ekki. Nei. Þú er kannski ekki haft tíma til þess að mynda þér skoðun, sko, en samt þetta nú þitt uppáhaldsskáld. Hvað finnst þér skemmtilega að heyra skáldi lesa ljóðin eða lesa þau sjálfur? Veit það ekki. Nei, þú nú kannski aldrei heyrt Stein lesa ljóðið því að hann er alltaf dáinn. Já. Áttu ljóðasafnið þess? Nei. Nei, en geymir þig kannski bara í kollinn. En þú safnar ljóðabókum? Nei. Nei, þú átt áriðilegt safnið, ekki sant? Nei. Nei, kaupi bara svona einstaka bók. Nei. Nei, þetta er eins og við Steinsmenn segjum, sko. Tíminn er eins og vatnið og vatnið er djúpt og kalt. Kaffitíminn búinn. Já, ertu blessaður og gaman að tala við því og ekki hverjum degi sem maður hittir ljóðaunanda og það eru ekki Steinsmann. Góða kvöldið, góða gestir, það er gaman að fá. Já, við erum í kvölda sem fóstbræður og ég. Ég get ekki sagt þetta. Góði gestir, þið verðið að fyrirgefa vinur minn hér er svo glaður yfir því að þriðji þáttur fóstbræðra er orðinn að veruleika að hann má allt mæla. Tilfinningarnar hafa borið hann ofurliði. En við skulum ekki álása honum fyrir það, heldur þakka honum fyrir það að minna okkur á að öll höfum við tilfinningar og rétt á að sýna þær. Svo verið velkomin í undraheim fóstbræðra. Já, ert þú að bíða eftir viðtali við Hermann? Já. Já, mér langaði bara að vara þig við, hann er dálítið skrítinn. Nú, af hverju? Hann á það til að bregða svolítið einkennilega við. Hann er svona ekki alveg eins og fólk er flest. Býtu, hvernig þá? Sko, hann sýnir tilfinningar sínar á mjög öfugsnúinn hátt. Skilurðu? Sko, þannig að þegar hann er glaður, þá virðist hann vera mjög reiður. Svo þegar hann er reiður, þá hlær hann og virðist vera mjög glaður. Svo er allt eftir þessu. Þegar hann segir já, þá meinar hann nei. Og svo þegar hann segir nei, þá meinar hann já. Já, það er betra að vita þetta. Já. Ekki gera svo vel. Byrðu, það er bara komið að þér. Já. Gjörðu svo vel. Þakka þér.
Sætt og blessaður og fáðu sæti. Þakka þér. Já, ég er mjög ánægður og hlakka svo sannarlega til að sjá þetta tilboð. Jæja. Já, ég er glaður. Mjög glaður. Nó, það er bara svona... Með tilboðið? Já, það er hérna ekki... Það er svo vel... Hvað er? Skota, hvað á þetta að þýða? Já, það er nú það. Ertu að reyna að hafa mig að fífli hérna? Ég hef aldrei séð hérna ósýnir mark. Þú getur tekið þetta og stúlkið þessi móðarendan á þér. Já, við erum þá í business, ha? Nei, við erum sko ekki í neinum business og þú getur farið til helvítis. Hvernig sérðu þetta þá fyrir þér? Er ég hluthafi eða...? Viltu koma hérna og henda þessu manni út eins og skot? Heyrðu, býtu, hvað á þetta að þýða? Hvað? Var hann ekki hæstánað með þetta? Sýndist ég það? Ég meina, þú sagði við mig að hann sýndi tilfinningar sínar alltaf öfugt. Það var það sem þú sagði við mig. Ég var bara að grínast og drulla þér út! Drulla þér út! Gústi var bara lamin í klessi í gær. Gústi? Hvað? Eitthvað alvarlegt? Já, mjög alvarlegt. Liggur bara á spítala núna. Já, hvað? Veistu eitthvað hver gerði þetta? Já, ég veit það alveg. Það var ég. Varst það þú, já? Já, hvað? Af hverju? Bara sjálfsvörn. Maðurinn er eitthvað klikkaður. Og hvað gerðist? Við vorum bara að tala saman í mesta bróðerni að ég hélt, sko. Hann var að segja eitthvað brandara sem ég skildi nú ekki alveg, sko. Svo skyndilega fór hann að hlæja. Svona eins og var að hlæja mér, eða minni persónu. Og sló svona einhvern veginn í öxlina á mér, sko. Og ég svaraði hann bara fyrir mig, sko. Kíkti hann beint á kjaftinn og sagði við hann: Ertu að gera grín að mér, helvítið þitt? Og hann svaraði mér ekki, sko. Hélt fyrir kjaftinn á sér, sko, og rumdi. Eins og hann var að reyna að herma eftir mér eða eitthvað svoleiðis, sko. Þannig að ég dundraði í magann á honum og spurði: Ertu að herma eftir mér, helvítið þitt? Finnst þetta ekki einkennilegt? Ekki drepa mig, Gunni! Hvað það segja? Ekki drepa mig! Ekki! Af hverju talar þú svona einkennilega? Ertu að djókið mér eitthvað? Nei. Býtu, hvað er það? Af hverju forðastu mig? Ó, ég skil. Finnst þér þetta svona ómerkilegt sem ég er að segja? Gummi, veistu það, ég er svolítið upptekinn núna og það er ekki til í bara að segja mér restina af sögunni seinna. Jú. Ekkert mál. Hérna, ég vildi bara svona segja mína hlið á málinu, skilur við. Svona reynsa andrúmsloftið. En kláraði það sem þú þarft að gera og hérna svo tölum við bara saman eftir. Já. Ok. Já. Ég vil bara þakka þér fyrir að hlusta á mig. Skiptir mig miklu máli. Get ég aðstofa þig eitthvað? Nei, ég er nú bara svona vitleysingur, sko. Já, skemmtileg tilviljun. Ég er einmitt með annan vitleysing hérna á bakvið.
Þú er kannski gaman að því hitta hann? Vá, en skemmtilegt, það verður mjög gaman. Lúlli! Já! Það er hérna vitleysingur sem langar til að hitta þig. Já, nei! Vitleysingur! Hei, annar vitleysingur. Rosalega gaman að hitta svona annar vitleysingur. Já! Hei, hvað er að frétta? Allt þetta fína frá Kína. Heyrðu, á ég segja þér brandara? Keypti hann standara! Hvað er þetta græna? Kallinn er að spræna. Heyrðu, ég finn prumpu þig. Heyrðu, komum við sveit þetta komum geit. Komið þið sæl. Oft reikar hugurinn óravítir himingeimsins, þar sem geimverur og hinir framliðnu eiga viðskipti sín á milli. Og maður veltir fyrir sér hver gjaldmiðillinn sé og hvort að við þurfum að ganga hinn langa veg og hvort að það sé eitthvað hér í þessari hugleiðingu sem hægt sé að draga lærdóm af. Góða kvöldi. Góða kvöldi. Hvernig er þessi? Mjá. 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 Þú ert ekkert alltof... Nei. Hvað segirðu? Nei. 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 En, þessi? Ekki? Margir sem að halda í sig rosalega heimskur, sko. Bara af því að ég er móti. Ég er gáfaður. Það var margir sagt það við mig. Ó já, sjúmi. Ok, falleg. Módelstarfið er bara svona auka starf fyrir mér. Gæti aldrei hugsað mér að... Bíddu, sorry. Halló, ég er í viðtali hérna við sjónvarpið. Mamma! Ég er ekki á bílnum, ok. Jesus Christ. Hussein, á ég að neppa, hugsa. Koma með það. Ég fæ oft martraðir það. Að verða kannski gamall maður og ennþá módel. Pældi í því. Já, þetta er falleg. Uppáhaldsstaðurinn minn. Kaffibarinn. Komið inn. Vinir mína með mér. Hvernig vaknaði þú í morgun? 7 í gærkvöldi. Hvað finnst þennan jakka? Hvað? Ekki þennan jakka, mamma saumaði á mig. Ógeðslegt. Nei, mamma, saumaði á mig jakka. Gellan heima með mömmu swing. Ég les rosalega mikið. Horfðu í bókina, þetta er bók. Ég er alæti á bækur, sko. Lesa bókina. Góða bækur, sko. Þú ert bókmenntamaður, þú lest mikið. Svo, svona, tala ég við vini mína alls konar málefni. Give me a break. Ef þú ferð til Mílanó, byrja að heilsa Stjú. Stjú er history. Sem var vinur hans Filip. Sko, ef þú ferð til Mílanó, Filip Hotel Esmeralda. Ekki hlusta. Svo er eitt sem ég gerir ógeðslega mikið. Það er að hugsa. Ég hugsa stundum tímunum saman alls konar málefni. Takk fyrir. Var þetta fínt? Ó, þetta er svo þægileg vinna! Mr. Jesus, may
invite you to a party here in London with lots of birds I'm sure you might be fond of. Mr. Jesus, would you like some lemonade? Or would you like some after eight? Would you like a cup of tea? Or would you rather watch TV, Mr. Jesus? Hvað ertu að gera, maður? Hvað? Feykir á Rafale 6 og turbo-kontrólinu strax. Já, hvað með það? Og hvað? Come on, maður! Come on, hvað? Eins og ég veit ekki hvað ég að gera. Já, eins og ég veit ekki alveg líka hvað ég að gera, alveg eins og þú veist hvað þú ert að gera. Af hverju ætti ég þá ekki að vita hvað ég að gera? Heyrðu, viltu hætta þessu? Nei, ég hætti þessu ekki neitt. Allt í lagi. Hvað er að þér? Svona lætur þú! Fiktangi í öllum tokkunum, hann er eins og brjálæg. Hvað er að þér, maður? Já, hvað er að þér? Verkvæmt að hættu þessu! Hættu þessu bara sjálf! Ég hætti þessu ekki meðan þú hættir þessu! Og ég hætti þessu ekki neitt! Heyrðu, við erum að hrapa, maður! Viltu stýra vélinni? Nei! Það getur verið leiðinlega, maður! Hættu þessu þrasi, það er alltaf þetta vitlaust hérna! Hvað er að þér? Ég er ekki að hafa máli þessi! Strákar! Já! Alveg ertu ótrúlegur, maður. Hvað? Við erum komin í 200 metra hæð. Já, hvað með það? Og hvað með það? Það er fjall framundan. Ég sé ekki neitt fjall. Þetta sérði ekki neitt fjall af því að það er þoka fyrir. Það er fjall framundan og þú veist það. Nei. Jöfnvel, getur verið leiðilega, maður. Komið þið sæl. Nú ætla ég að vera ógeðslegur. Takk fyrir. Þú veist að ég vil ekki mjólk í kaffið. Ertu að reyna að gera grín að mér? Nei. Kom inn. Ég kom bara til að heila restin af sögunni. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Fylgist þú með fréttum? Já. Þá eru kannski haft eitthvað veður af því sem er að gerast í Búlgaríu þessar mundir. Já, einhverjar óeirðir og... Einmitt. Það sem er að gerast þarna í stuttu máli er það að stjórnin er með einu pennastriki búin að strika yfir alla innlánsvexti síðustu ára. Einmitt. Sko, þetta jafngildir því að kýla einhvern í magann óviðbúinn. Hefur þú einhvern veginn verið kýldur í magann? Já, nei, ekkert síðan ég var strákur bara. Sko, nú ætla ég ekki að fara að kýla þig í magann. En ég vil nú samt biðja þig um að kýla mig í magann svo við getum saman áttað okkur á þessu ástandi. Nei, ég fer nú ekki. Jú, þú verður að kýla mig í magann, öðruvísi getum við ekki skilið þetta ástand. Jú, ok. Já. Og nú ætla ég að hugsa um eitthvað annað. Og þegar þér finnst ég að vera alveg óviðbúinn, þá kýlir þess fast og þú getur. Ok. Þessu bjóst ég ekki við! Er allt í lagi með þig? Skilurðu núna ástandið? Já, þetta er alveg hræðilegt, maður. Hvað er hægt að gera?
Veistu það, ég veit ekki, ég veit bara við megum ekki þegja þetta í hel, við höfum að tala dóðskapaumræðu. Já, einmitt. Fara til fólksins og tala. Já. Heyrðu, ég kem bara með þig. Ég ætla að ná í úlpuna mína bara. Jó, gerðu það, venni. Komdu bara hérna. Alveg var ég óviðbúinn. Nú er ég bara að skapa umræðu. Hæ. Ég virði líkama minn og vil rækta hann. Því án líkama míns þá væri ég ekki til. Ég held líka að konur dæmi karlmenn eftir líkamanum. Það er mjög mikilvægt. Þess vegna vil ég hafa fallegan líkama. Þannig að þegar ég geng niður götu og mæti huggulegum, velvöxnum manni, þá vil ég að hann geti hort á mig og hugsað. Hei, ógeðslega flott stelpa. Góðan daginn. Góðan dag. Ég er karlmaður. Með fullt af eðlilegum karlmanns tilfinningum. Ég er loðinn á bringunni og reyndar kafloðinn allan líkamann frá toppi til táar. Stútfullur af estrógeni með mikinn og heilbrigðan skeggvöxt. Öfugt við vin mín hérna Sigurjón. Sigurjón, komdu. Komdu Sigurjón. Sigurjón hérna er varla með neitt einasta hár á bringunni. Og skeggvöxturinn er á við 8 ára stúlkubarn. Hætt þessu. Kettling. L'iniziativa della Sobacca è amichevole. Ne parlerò con il ministro. Dovremmo votare una legge che imponga agli enti. Já, halló. Blessaðu, Vignir. Blessaðu, hvað segirðu, ha? Já, skreppa eitthvað út. Já, erðu þá bara bíó þá, meinarðu, eða? Já, barinn. Já, kannski maður getur bara stungið úr 3 bjórum eitthvað veist, eða? Heyrðu, Vignir, ég þarf aðeins að ræða þetta við hana Verudögg og... Já, Nei, ég meina... Nei, ég meina, hún ræði því ekki, maður, ég get alveg farið með ykkur á barinn, hvað er ekki mál? Já, fyrirgefðu. Vignir, ég datt aðeins að útbyttu, hvað varst að segja, varst það? Nei, pikka mig upp. Já, heyrðu, halló, Vignir. Þú ferð ekki. Af hverju ekki? Af því? Ætlar ekki að vaska upp eftir matinn? Ertu búinn að gleyma því? Nei. Nei? Ætlar ekki líka að svæfa? Jú, ég get alveg vaskað upp á eftir því ég kem heim. Nei. Che ci fa una bella ragazza come lei in mezzo a questo motorio? Sono molto arrabbiata con lei. Lo sa che ogni volta che vengo al suo casino perdo tempo. Gerðu það. Complimenti che ci stanno a fare, ragazzi. Nei. Gerðu það, ég meina, það er svo langt sem ég farið eitthvað út með strákunum. Nei, það kemur ekki til mála. Hvað, ég svo alltaf að vera ein hérna heima? Ég er margbúinn að bjóðast þess að vera heima meðan þú skreppur eitthvað út. Mér langar ekki neitt að fara neitt út. Þú ferð ekki. Þú mátt það ekki. Má það ekki? Nei, þú mátt það ekki. Hættu þessu væli! Hættu þessu væli! Æ, góður, verður ekki að gera einhverju písli.
Axlarvarti. Ég er bara lítið strákur, ég er bara loka bröðinni. Ég er ekkert verið að gera það. Ég er bara, Ok, þú mátt fara á barinn. Alveg, má ég þá fara? Já, þú mátt fara á barinn. Og verður þá ekki reið? Nei. Þú kemur snemma heim. Já, fyrir klukkan hvað á ég að koma? Fyrir klukkan 12, ekki mínútu seinna. Allt í keinu. Hvað segirðu, var konan eitthvað erfið? Vera Döggmaður, hún gæti ekkert sagt, sko, ég lét hana bara heyra það. Minn maður. Flottur. Hér áður fyrir var ég alltaf þreyttur og illa upplagður og hafði ekki orku til að gera neitt. En eftir ég kynntist amfetamínsterum hefur lífið alveg snúist við. Í dag hef ég alla þá orku sem ég þarf. Og svo þarf ég ekkert að sofa. Já. Jæja, nú er þessi þáttur á enda runnin og... Ekki? Fyrir það var ekki ég. Og nú getum við þá bara, segjum við bara bless og takk fyrir okkur. Verið sæl og sjáumst aftur á vikuliðinni. Þetta var einfalt. Já, ég meina, ég ákvað bara að hafa þetta krakkar, einfalt, lipur og tilgerðarlaust. Já. Dálítið stutt, sko. Dálítið stutt. Nei, einfaldleikin virkar alltaf best. Þú getur sagt bara bless. Já, var reyndar ég mismælti með þarna eitthvað. Ég var einmitt að hugsa, þegar þú varst að gera þetta, þá var ég að hugsa, ég get gert það mikið betur. Ok, ég má gera þetta aftur. Já, gerum þetta aftur. Prófaðu þú þetta. Já. Prófaðu þetta. Já, þá er komið að leið að lokum hjá okkur í kvöld og við þökkum fyrir okkur. Og það verður ánægilegt að sjá ykkur aftur. Ekki! Þetta kallar að gera betur en ég. Já. Þú mistir þig bara, þú varst bara að hugsa hendina, skilur Gerðu þetta betur. Já, bara aftur, já. Má ég prófa þetta? Já. Prófa þú sjálf. Já. Ok. Jæja, það var búið þá hjá okkur í kvöld og takk. Ætlar ekki að segja ekki? Nei, þetta er gott.